9. liður tekur við sem landsmót hestamanna 2014 á Hellu og það þá fyrst liður 9.1 Rangárbakkar 25. apríl 2014 óskum tilnefningu fulltrúi nefnd vegna landsmóts hestamanna 2014. Hér eru tillögur að við tilnefnum fulltrúa í þessa nefnd í samræmi við þetta erindi sem að framkom. Leit eftir tillögum. Torfi Gjörsson. Já, ég held að sé nauðsynlegt að við verðum með í þessu og fylgjumst með þessu og reynum að liðka til í þessu öllu saman eins og verða má. Og það er bara rétt að ég fari í framboð og bjóði mig fram til verksins. Það er tillögum að Þorsteinn Torfi verði fulltrúi okkar í þessari nefnd. Guðfinna Gjörsson. Ég hefði nú talið svona eðlilegra að það væri sveitarstjóri sem er svona framkvæmdastjóri sveitarfélagsins sem sæti í nefndinni. Það er komin tillögur 2, þannig að það stefnir í harða kosningu. Orðið er laust. Það stakk mig aðeins að það var í þessu erindi gert ráð fyrir að þessi nefnd ætti að standa fyrir umsóknum leyfi og slíkt sem að til þarf vegna mótsins. Það svona kom mér svolítið í opna skjöldu. Hefur nokkuð frekari skýring komið að því sveitarstjóri? Nei, en hann Torfi mætti á þennan fund daginn eins og hann var að segja frá hér áðan. Ég gat ekki farið, ég var bara upptekin í öðru og þannig hann mætti þar sem fulltrúi okkar sveitarfélags. Torfi Gjörsson. Já, það var ágætur fundur og fjölmennur á Hótel Rangá á miðvikudaginn fyrir viku síðan og þar með var þetta meðal annars rætt aðeins og í raun og veru þá er þetta hlutverk bara framkvæmda aðala mótsins að gera þetta og nefndin er ekki hugsuð til þess að gera þetta, heldur fyrst og fremst til þess að hafa bara aðild að málum og fylgjast með því þegar að þetta og annað er gert og ef eitthvað hnökrar og eitthvað kemur upp á í þessum efnum þá er þetta fyrst og fremst litið á þetta bara sem samráðsvettvang og ekkert öðruvísi heldur ekki til neinna framkvæmda eða skuldbindinga, alls ekki. Steindór Gjörsson. Það hérna í fyrra, var ekki í fyrra, þá var einhver framkvæmdanefnd sem að oddviti fór nú þá í. Þá vorum við nú eitthvað að ekkert amast við því en nú þótti kannski eðlilegra að það væri þá sveitarstjóri því að nú er náttúrulega kjörtímabilinu líkur fyrir landsmót en þetta var einhver nefnd sem átti að funda fundaði einu sinni og hvaða nefnd þá þetta? Hvað gerði hinn? Nefndir sem þú oddvitin var í fyrra sem er svona frekar sóttust nú eftir að eiga sæti í hefur ekki fundað einu sinni þessi nefnd eða? Ég vil taka mjög skýrt fram að ég sóttist nú aldeilis ekki eftir ég að sitja í þessari nefnd. Já, við stungum upp á að vera sveitarstjóri sem væri þar en það var að... Gerði það vegna ákveðinna beiðni sem framkom. En ég get bara skýrt frá því og boðaði einu sinni á fundi í þessari nefnd. Og eini tilgangurinn með því að ég mætti á þann fund sem var reyndar að mestu leyti búinn þegar að ég var boðaður var að fá fram yfirlýsingu frá mér þessa auka leið inn á svæði. Ég get ekki merkt að ég hefði neinn annan, eða mér var ætlað neinn annan tilgangur í þessari nefnd. Það var ámálgað við mig einu sinni að annan fund á degi sem að ég gat nú reyndar ekki mætt á og síðan hef ég ekki heyrt þessa nefnd.
og veit ekkert hvað hún hefur fjallað eða hvert hennar hlutverk hefur verið. En þess að ég segi, þessi eini fundur sem að ég kom inn á var að mestu leyti búinn önnur atriði þegar ég kom inn á. Og ég lít svo á að hlutverki mín í þessari nefnd hafi lokið strax í lok þess fundar. Já, það oft svona bara þetta ræða það svona hvort að þetta sé heppilegra einhver sveitarstjórnarfulltrúi sé í svona nefnd eða hvort það einhver bara eins og Bjarni Jón eða einhver svona starfsmaður, því að væntanlega það væri einhverja framkvæmdir að hnökra sem þetta gera, þá myndi sjálfsagt þessi sveitarstjórnarfulltrúi leita til þjónustumiðstöðum, þetta er svona milliliður hugsanlega. En þetta er bara væntanlega smekksatriði. Þetta eru greinleikur alltaf nú nefnd. Ekki seinna að veita, skipi hana. Ég verð að viðurkenna, ég hef ekki hugmynd hvað þessi nefnd á að gera, annað en það að hún átti að sækja leyfi, en með annar hlutverkina veit ég ekki. Guðfinna Djurs. Ég ætla nú bara að stinga upp því að sérstaklega því þessi nefnd þarf nú að starfa fram yfir kosningar og landsmót ekki fyrir en eftir kosningar að við getum kannski bara náð saman að fela skipulagsfulltrúanum að vera í þessari nefnd. Þetta er leyfum og öðru eins og þarna, það getur þá gefið tæknilegar upplýsingar og við séum ekki að blanda inn í þetta núna kjörnum fulltrúum. Það sé frekar bara þá við getum staðið saman að skipan fulltrúa í nefndina. Það væri náttúrulega skemmtilegast ef við getum staðið saman það. Þá það bara starfsmaður sveitarfélagsins, fyrst að sveitarstjóri vill ekki vera í þetta, það sem starfsmaður sveitarfélagsins. Ég hef aldrei nefnt að Ég ætla bara að minna að hún sendi póstum og bauðst til að fara í þetta. Já. Eða mér minnir það. Þangað til búið var að tilnefna. Sko, ef við getum ekki staðið saman sveitarstjóra í þessa nefnd, þá legg ég til að það verði þá Haraldur Birgir sem að fara í nefndina. Já, Margrét næst og svo Torfi. Já, af því að ég veit að Torfi búinn að hitta hann eftir hennar fund að hann var að vinna í því að heimamenn fengju gæslu og er komin á fullt í það, þannig að ég myndi gjarna vilja að hann myndi fá að halda áfram í nefndinni. Reist honum til þess. Torfi? Já, ég ætlaði bara að árétta það að ég ætlaði að gefa kost á mér til starfans af því að ég held að það sé nauðsynlegt við tökum þátt í þessu. Það kom fram á þessum fundi líka fyrir 8 dögum að Rangárþing eystra, og ég var reyndar búinn að heyra það áður, að þeir hefðu ekki áhuga á því að skipa manni þennan nefnd og myndi ekki gera það, en Ásahreppur er búið að tilnefna Ísleif Jónasson sem sinn fulltrúa í nefndina og ég held að þetta snúist nú ekki að það eigi að fara að starfa eða taka einhverjar ákvarðanir, heldur fyrst og fremst þá að koma þeim á framfæri til bærra yfirvalda ef ákvarðanir þarf að taka, að þetta sé svona heimamenn séu innan handar í því að finna málefnum farveg en ekki að taka ákvarðanir eða bera einhvern hita eða þunga af þessu móti mikið langt í frá og þess vegna held ég að það færi betur á því að það færi einhver annar í nefndina heldur en starfsmenn sveitarfélagsins af því að ég er alveg sannfærður það að mótshaldararnir miðað við það hvernig atburðarásin búin að vera núna undanfarnar vikur og mánuði í aðdraganda að þessu móti að þá eru þeir bara mjög ágengir og ágjarnir í það að heimamenn geri sem allra flest fyrir þá fyrir ekki neitt og á kostnað sveitarfélagsins. Þess vegna sé bara ágætt að hafa einhvern fulltrúa í þessu í nefndinni sem hefur enga heimild til þess að lofa einu eða neinu í þeim efnum. Og ég held að það sé bara mjög skiljirt og skýrt og pólitík á ekki við í þessu í sjálfu sér og mikið í langt í frá
og og ég held að það sé bara ágætt að það sé einhver í þessu sem nennir því. Drífa? Já, ég ætla bara að segja frá því, ég bara tek heilsugur undir það sem Torfi er að segja, því ef að kemur til ykkur að framkvæmda þá kemur það auðvitað til mín sem sveitarstjóra og mér finnst það bara alveg nóg og því að það þarf að halda utan það líka og það á líka eftir að móta það hvernig við, nú var beðið síðast að fá aðgangað vinnuskólanum, það á alveg eftir að móta það hvernig það verður því að það þarf að passa upp á það að það sé ekki störf sem að þessi börnin sem í vinnuskólanum megi bara hreinlega að taka að sér að vinna. Þannig að það ég held að starfsmenn sveitarfélagsins hafi alveg yfir í nóg að gera í framkvæmdum og öðru þess aftur því að þeir munu koma að þessu á einn eða annan hátt, hvort sem er. Þannig að ég tel að það sé mjög vel skipað að Þorgils Torfi sé fulltrúi sveitarfélagsins í nefndinni. Takk. Fleiri? Það er ekki fleiri Kassaljós og það liggur fyrir tillaga að annars vegar að Þorgils Torfi Jónsson verði fulltrúi framkvæmdar setur í þessari nefnd, hins vegar að skipulagsfulltrúi verði fulltrúi sveitarfélagsins. Ég ætla að bera upp fyrst tillögu að hún kom fram fyrr að Þorgils Torfi Jónsson verði fulltrúi sveitarfélagsins. Þessi geta samþykkt það til að gefa merki. 4 með einhver á móti, 1 á móti, 2 sitja hjá. Og þá þarf ekki að bera upp síðari tillögu. Það er náttúrulega komið fram að það hafi við höfum, það verið að koma fram að við höfum verið með þá tillögu að með aðra tillögu. Já, ég ætla bara Bara fyrst greina bara tillögurnar og síðan afgreiðsluna. Nú, síðan eru liðir 9.2 og við höfum búið að endurnúmera þarna þessi undirliðirni 9.2.1 og meira. 9.2.2 og 9.2.3 og þessi sátu hjá. Já, það er vegna þess sem að hefur verið fjallað áður að Flugbjörgunarsveitin á Hellu hefur sóst eftir því að taka að sér ákveðin verkefni á landsmótinu en tilkynnt hefur verið það að það hefur þegar verið samið annan aðila og fyrir liggja þarna bréf sem gengið hafa á milli og sem lögð eru fram til kynninga. Orðið er laust. Margrét Jónsson. Það var þannig að Flugbjörgunarsveitin var ásamt öðrum að óska eftir að taka sér verkefni þar á meðal. Já, það sætti ég ætlaði að segja það. Knattspyrnufélaginu, ungmennafélaginu Heklu og Karla Korangaenga. Já. Og með þeim ætlaði að koma fullt af öðrum aðilum. Og við, þessu bréfi verður bara svarað vegna þess að það var greinlegt að það átti ekki að semja við heimamenn því að hinir voru búin að fá vaktaplan og annað til að gera tilboð í sem að heimamenn fengu ekki. Þannig að þetta er leiðilegt mál. Já, fleiri sem viljum. Guðfinna Gjörsson. Já, mér langar bara aðeins að spyrja í rauninni hver staðan sé og segja þér við báðum rökstuðning af hverju var ekki samið við heimamenn sem er náttúrulega bagalegt mál ef það verður niðurstaðan og þeir segja að þeir séu búin að ganga frá samningu við aðra. Er eitthvað von til þess að það sé hægt að breyta því? Þegar það er búið að gera samninga við aðra aðila, standa þér samningar ekki því miður? Ja. Ég hygg að það sé engin möguleiki, þessi samningar ekki háðir samþykki eins eða neins. Annar en þeirra sjálfur sem að þá gera. Þannig að það er enginn sem getur gripið þar inn í eða stöðva það. Við raun ekki annar hægt að gera en að höfða til samvisku þeirra sem að halda mótið. Því miður þá er það svo og það er afskaplega leitt að upplifa hvernig þetta hefur borið til og ég
reyndar trúði ég ekki fyrst þegar ég heyrði að það væri ekki verið að semja við Flugborgunarsveitina eða aðra aðila sem voru með henni þetta. Ég taldi það bara fyrir sjálfgefið að það væri málið. En því miður þá þetta staðan. Margrét Björk. Bara örlítið viðbóta því þeir tala að þessir aðeins sem samið við Reykjavík sem er öryggisþjónustu fyrirtæki, taka sér öryggisgæslu, séu með meiri reynslu. Og þá til dæmis Flugborgunarsveitin á Hellu búin að vera með landsmót síðan 1986. Bara svona einslá meðan hinnir hafa tekið að sér 1 eða 2. Já, þegar ég sá þetta að það væri búið að semja við aðeins sem hefur meira reynslu, hélt ég að þetta væri byrjun á skrýtlu. En svo var ekki, það var full alvara. Þið voru alveg nákvæmlega nýju jafnir. Steindór gefur eftir sætið, Torfi næstur. Þakka fyrir Oddviti, var í sjónarmun undan. Þetta auðvitað skelfing leiðilegt mál allt saman og auðvitað hefðum við viljað sjá einhverja aðra niðurstöðu í þessu og ég vil nú ekki gefa upp alla von með það að það geti verið hægt að finna á þessu einhvern flöt. Ég allavega akkurat höfðaði til samvinsku þeirra á þessum fundi sem ég átti með þeim þarna á Hótel Rangá og benti þeim á það væri meðal annars leið að til þess að hafa ekki samfélagið hérna svona á móti sér og þessi leiðindi yfir mótshaldinu sem bara bagalegt fyrir okkur öll og þá ekki síður að þá myndu menn fara bara bónleiðina að þessum sem búið að semja við og hvort að það væri ekki hægt að skipta samningnum að einhverju leyti eða taka upp einhverjar viðræður eða reyna með öllum góðum tiltækum ráðum að reyna að finna á þessu einhvern flöt þannig að það væri svona einhver sátt yfir málinu og það var nú svo sem ekki útilokað og ég allavega skildi Sindra Sigurgeirsson þannig að hann vildi hafa aðkoma málinu og reyna hvað hann gæti. Hann var þó jákvæðastur manna í því og ég held að það sé rétt hjá sveitarfélaginu eða fela sveitarstjóra og skattirfundi við þá framkvæmd mótsins. Mér finnst til dæmis í vaktaplani sem ég hef séð yfir þetta vera ansi lítið gert í því að alltaf ganga frá svæðinu á eftir eða tína rusl. Það eru 20 manneskjur í 8 tíma á sunnudeginum og það má allavega fara ákaflega vel fram mótið ef að það á að hafast. Við vitum líka að við ráðum ekki veðrinu og ef að það verður rok og það er mikið að fjúka þá verður þetta ennþá meiri vinna og ég held til dæmis að við ættum bara að taka upp viðræður það og bara ýmislegt annað sem að samskipti varðar við mótshaldara og sveitarfélagið og ég tel rétt að sveitarstjóri bara gangi í það mál með sínu starfsfólki. Jú, takk. Já, Steindór var búinn að biðja orðið. Mér fannst það eins og ég skilja á þessu bréfi þarna frá Haraldi þetta sé eiginlega nánast bara varðandi gæsluna. Það sé allt annað eins og ég sagt hins vegar fullu vilji að koma að öðrum tilfallandi verkefnum sem ekki hefur verið samið og þá vísað okkur framkvæmdastjóra. Það er eins og fólk sé þá ekki bara hafi ekki verið alveg á sömu blaðsíðunni sko þegar og ef þetta boðið út sem þetta kannski bara vondi kallinn að plata þessi Haraldur, ég veit það ekki, hann kannski bara skrökva okkur í þessu bréfi. Einhvers staðar virðist hafa eitthvað skólast til í skilningi fólks á hvað við erum að tala og það vont því að það er náttúrulega ef þetta alveg á tæra þegar sé boðið út og þá náttúrulega verður maður því miður að hlýta því ef þetta útboð og þá getur ekki sagt, já, við fáum þetta ekki, þá verður svona pólitíkin að fara í málið. Ef þetta útboð, þetta ekki hægt að skilja þetta nógu vel þessi bréfaskriftir. Einhvers staðar hefur eitthvað skólast til. Og það er náttúrulega orð gegn orð eins og stundum henni. En auðvitað sjálfsagt að reyna, það er úr því sem komið fram hérna, þá er ekkert annað en að svona höfða til þess hvort eitthvað sé hægt að skipta
og þá líka hvort það sé verið að tala ruslatíðsluna, salernisgæsluna, allt annað heldur en sjúkragæslu og hann að miðasölu, sko. Hvað verið að ræða hana? Því þetta einkahlutafélagið og það var mikið vandræðaspor þegar það fór í það. Það hefur ekki verið tap á þessu alla tíð síðan að það kom til og helst vill þetta landsmótið hafa reyna að fá allt fyrir ekkert og þannig að það náttúrulega þeir reyna sjálfsagt að ná niður kostnaði aðrir en vonandi verður hægt að skipta þessari köku eitthvað. Takk fyrir það. Já, ég tek heilsunar undir það að fela sveitarstjórar og skipta fundi og fara yfir alla þessa framkvæmd og skoða ofan í kjölinn hvað raunverulega búið að semjum og hvað ekki. Og þetta meðal annars það sem að ég treysti Torfa til þess að fara yfir í þessari nefnd líka. Það að gera að beita öllum þeim þrýstingi sem við mögulega getum á þeim sviðum sem við höfum aðgang að. Og það auðvitað best að ná góðu samkomulagi og samstöðu með framkvæmd aðilum mótsins og þannig að það standi þá allir upp þolanlega sáttir þó svo að við séum aldeilis ekki sátt við að Flugbjörgunarsveitin okkar og aðrir aðilar hérna sem hafa mikla og langa reynslu að nákvæmlega samskonar mótsaldi að þeir séu, hvað á ég að segja, þessi gengið framhjá þeim eins og gert var. Við getum aldrei verið sátt við slíkt. En á öðru leyti held ég að það sé rétt að fela sveitarstjóra bara að koma þess á. Steindór? Já, það bara sammála þessu, þá má kannski ekki gefa sér það samkvæmt þessu bréf að það vilja gengið framhjá samkvæmt þetta alltaf þarna bréf á múti bréfi, sko. Og það ekkert, það þá verið að segja þessi maður sé bara þetta sem skáldverk frá honum, þetta bréf. Samkvæmt því sem þar segir, sko, hafi þetta verið aðilum boðið þetta og það bara komið ykkur uppæðir og bara sorry, þessi uppæðir svo miklu herri að þannig segir hann frá því, sko, síðan eitthvað annulega hjá okkur og þetta náttúrulega sem sveitarstjórn mun væntanlega að gera hvað raunverulega, eins og segir, búið að ganga frá, hvað ekki. Já, ég held að sé mikilvægt í þessu að sko fara hvað ég að segja vel að fólki í þessu máli því að það er náttúrulega mikilvægt að festa þetta í sessi að það sé landsmót hér á Suðurlandi og á Gastaðarflötum þannig að þetta má ekki vera svona leiðindamál eitthvað við stjórn landsmóts en það sem að hagsmunirnir eru svo miklu fyrir félögin hér sem að hafa unnið þetta í sjálfboðavinnu eða tekjuöflun eins og Flugbjörgunarsveitin, Karlakórinn og íþróttafélögin og að þá er þetta svo mikilvægt að ræða þetta í góðu núna til þess að reyna þá allavega að ná einhverju og kannski einhver önnur vinna sem eftir að ráða í þá heldur en þetta nákvæmlega sem þá hugsanlega hægt að fá. Mér finnst að vera svolítið og reiki hérna hvað á að fela sveitarstjóra og hvað á að fela fulltrúanum í nefndinni eða því. Þannig að ég styði það heils vegar að þau þetta vinni bæði hvað þessu máli en sérstaklega sveitarstjóri óski formlega eftir fundi til þess að fara yfir þessi mál og í góðu. Hvað er það sem í rauninni stendur okkur hugsanlega til boða eða félögum? Það er mér skilja dálítið máli. Hvað er og sérstaklega líka svona, þeir passa sig kannski á því þá næst þegar verður landsmót að það hlýtur að læra af þessu. Geta allir lært af þessu, bæði sveitarfélagi og félög. Takk. Fleiri sem hafa Petri á Torfi. Já, takk Óttiti. Sko það eru þetta ríkir hagsmunir að landsmóti geti farið vel fram.
hrossaræktabúin hér í sveitafélaginu okkar hafa auðvitað mesta hagsmuni af því að vegalendirnar eru auðvitað stuttar og kostnaðarlega séð að þá skiptir þetta þau mjög miklu máli og alla sem að stunda hestamennsku hér í nærsvæðinu og reyndar Suðurland allt. Og auðvitað eigum að leggja okkur fram það að þetta fari allt saman fram með þeim besta hætti sem að mögulegt er. En varðandi útboð eða tilboð eða hvað sem við eigum að kalla þetta eða hefur verið talað þá er algjörlega klárt að það fór ekki fram neitt útboð. Það var ekki óskað eftir tilboðum í raun og veru í þeim skilningi. Heldur vil ég meina að það hafi verið óskað eftir verðhugmyndum og á þessum hugtökum er mikill munur og misskilningur liggur í því að Flugbjörgunarsveitin og félögin sem að voru með henni í þessu litu þannig á að viðræður væru að hefjast og það yrði talað meira saman. En síðan kemur tilkynning það að það sé búið að semja. Þannig að það er alveg klárt að á vegferðinni var mikill misskilningur og vandræðagangur og það auðvitað ber að harma það og það er ósköp leiðilegt að þetta skuli vera komið í þessa stöðu. Þess vegna er okkar hlutverk núna, held ég allra sem að þessum komum, það er að reyna að finna sem bestan flöt á málinu miðað við það sem orðið er. Og ef það er viljið til þess, þá er ýmislegt hægt. Og ég er bara sannfærður það að það sé hægt að leita eftir einhverju í því efni. Það eru hugmyndir til dæmis þá hefur alltaf tíð verið að sveitafélögin leggir til unglingavinnuna í einhverju mæli í undirbúningamótinu og einhverju sem hægt er að koma að. Mér finnst nú og hefur fundist í þeirri umræðu að það sé verið að ofmeta vinnuskólan okkar í þessum efnum, að það er auðvitað takmarka hvað hægt er að leggja á hann. En það sem er kannski stóra mál í þessu, samfélagslega séð hérna, að þegar að landsmót er gjörsamlega búin að hafna því að ræða við ungmennafélögin og Flugbjörgunarsveitarfélögin og kórana og þetta fólk hérna, að þá í næsta vessi að þá á að biðja unglingana að koma hérna á kostnað sveitarfélagsins að vinna fyrir ekki neitt og það er búið að hafna þeim þessari vinnu þar sem að þau litu til þess og ekki síst foreldrarnir að þau getu unnið að þessum málum fyrir sín félög og þar með lækkað eða unnið tekjur á móti æfingagjöldum sínum og hérna ég heyri ekki annað en að á foreldrum hérna sem að hafa komið að þessu að þekkja þetta að þeim finnist það bara ekki koma til greina að börnin þeirra fari þarna út við þessar aðstæður. Þess vegna er það verkefnið okkar, það er að reyna að koma á sátt í málinu þannig að það séu allir sáttir og við getum öll vel við unnað og ég held að það sé bara nauðsynlegt að leggja allir á sig eins og þeir mögulega geta í þeim efnum. Margrét Jónsson. Já, ég fekk svar frá Guðnýju, bara mér langaði að segja ykkur að þar sendur hún mig tölvupóstinn sem hún fekk og hún segir bara, ég er búin að skoða þetta og þetta er það sem mér var sent. Ég lét þetta ganga áfram á framkvæmdanefndarfundi, minni mig, að hann hafi verið haldinn 20. nóvember, eins og þú sérði í póstinu þá er hér ekki neitt útboð að ræða, enda forsendur og hellu allt aðrir en þær sem voru í Reykjavík. Ég ætla ekki að lesa þetta en það hann sendir henni tölur úr Reykjavík, sem er ekki allt þetta inni sem átti að vera hér. Þannig að þetta er ekki... Það er ljóst að þarna hefur orðið misgengi í upplýsingaflæði og þarna hefur orðið brestur á því að menn næðu nógu vel saman. Þannig að vonandi tekst að vinna eins vel úr því eins og hægt er og ég treysti því að okkar fulltrúar muni gera það eins vel eins og nokkuð kostur er. En þá ber ég þetta bara upp sem að þarna er lagt til að felum sveitarstjóra óskætti fundi með stjórn LM og framkvæmd mótsins. Og sveitarstjóri hefur alla þá umræðu sem hér hefur orðið í veganisti. Þeir sem geta samþykkt þetta gera svo að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða.
Og þá er 9. lið lokið.